mættir í stúdíói þennan föstudaginn 12. apríl. Egill Einarsson, verður velkominn. What's going on, Blondale? What's going on? What's going on? Það bara all good in the hood. That's what's going on. Það svoleiðis? Já, ég vel feskur þennan föstudaginn, ég viðurkenna. Þannig? Já, það föstudagur í mér. Já, af hverju þetta svona... Ég veit það ekki. Ég einhvern veginn... Sérstætt? Hæ? Ekkert eitthvað sérstætt? Nei, bara í bara þessu fína föstudagsskapi. Það er náttúrulega ekki að spyrja þar að kemur á þér, þú er aldrei verið betri eða? Ég hef aldrei verið betri náttúrulega. Nei, nákvæmlega. Segja það hvernig einasta föstudag, þannig að þú ert að verða betri og betri með hverju vikunni. Hvernig endar þetta? Ég veit það ekki. Þetta er yndislegt. Heldur þú verður einhvern mann það góður og getur ekki orðið betri? Ég held maður getur alltaf orðið betri. Já. That's my philosophy. Það er glæsileg philosophy hér. Bara meira áttar. Og eitt sem ég er búin að vera svo lítið barn. Nó. Ég ætla að bíða til jólunum. Að bíða til jólunum? Já, eins og lítið barn að bíða til jólunum. Já. Þetta er breyta sem. Ég er eins og blöð að bíða til jólunum. Þeir hlakka meira til jóluna en ég myndi hafa því. Nei, ég er nú ekki svo lítil börn samt þó ég hlakka. Nei, það er mikill munur að vera jólabarn eða vera svo barn. Nei, ég er að segja það. Ef ég verð með 6 ára krakka hennar og þig, það er 100% að þér hlakka meira til jóluna. Kannski meira ammælið mitt. Já, Jésús, byrjum ekki að tala um það ammælið þitt. Hvað þarf að taka fríi viku eftir í vinnunni þegar það er í sömara? Ég er búinn að segja, þú ert að taka frá laugardag og sunnudag. Og er fríi vinnu á mánudegi? Nei, fyrir hádegi kannski. Af því ég á ammæli á mánudeginum. En á hverju hlakka þið til? Já, allan. Út af því að þú ert með frábæra fréttir. Já, þú tala um bref. Ég er ekki búinn að lofa neinu. Þú ert búinn að finna ástabrefið sem þú sendir á Söðurkróki. Ég sendi það ekki. Bestu fréttir sem ég æfinni heyrt. Ég er samt ekki búinn að, ég er með það hérna. Ég er ekki búinn að lofa þér samt að lesa það. Og þú með það hérna? Ég er með það hérna, beintur fram á mig. Þetta er ástabrifið. Þú ert að fara að lesa það, sko, það er bara það. Með risastöfum og viðbjóður hér. Ég var samt að lesa þetta, þannig að ég er aftur aðan Egill. Já. Og öllu kannist leftu. Er þetta verra en myndi? Já, sko, fyrir vikur sem að viti ekki hvað ég er að tala, þá þegar ég var 17 ára gamall, þá skrifaði ég, tveggja sína ástabrif sem að ég sendi aldrei. Og ég var aldrei búinn að lesa það, en fyrir 4 árum síðan, það er náttúrulega sko, það eru 16 ár síðan ég skrifaði brefið, fyrir 4 árum síðan las ég það fyrir Sveppa og ég hafði aldrei lesið það fyrir hann. Nei. Og ég las það í Öddu og Sveppa, þannig ég er búinn að lesa það basically, sko. Já, það er hellingarliðið sem hefur annað búið að gleyma þessu eða ekki heyrt það. En þú hefur ekki heyrt það og ert búinn að berja sér í. Nei, ég get ekki beðið. Nei, sko, svo var ég að lesa þetta hérna yfir aðan. Já. Og án þess að grínast, þetta er verra en með myndi. Þetta er horfbíður. Þetta er skelfilegt. Hvað er að gerist? Þú ert einn á Sauðárkróki með allt niður þig. Reiðurinn í herbyggi. Skrifa ástabrif. Ég er ekkert reiður. Af hverju segir ég sér reiður? Þú er ekki svona heyrt brefið. Ég var bara ástfanginn. Já. Ég er ekki að þetta. Ég get ekki beðið þetta að heyra þetta. Við erum að fara að lesa þetta. Ef þú færði að heyra það. En ég lest þetta bara fyrir mig. Vá, ég ætla að halla mér aftur í stólunum. Við sjáum til með það. Það er alltaf fastir liðir eins og venjulega hér hjá. Já, það er, ertu með, já, spurt og svara. Já, og líka first date hérna síðan. Hooking Blondale up dagur í dag. Ertu ennþá með það? Ég er að vinna í því. Ég er ennþá að vinna í því. Já, þetta er skemmtilegt sem ég gerir, sko. Já, sko, við þurfum aðeins að fara yfir það hér á eftir samt. Mailforrati mitt er að fyllast að kúk út á það vinsallina og þessu. En okkur getur það þá ekki gert mér einhvern greið og actually tala við ykkur og stelspila núti eins og venjulegu maður. Þú mun þakka mér í framtíðinni. Ég mun aldrei þakka þér fyrir þetta first date. Aldrei. Nei, í framtíðinni. Aldrei. Ég er að segja, maður klára, í framtíðinni þú er married man, kannski með hérna einhverju hot lady frá Norrlöndurum. Þá ætlar að segja, Gils, þetta var grín, það byrjaði þessi grínhöður, en wow, takk. Það mun aldrei gerast. Stóltrúlegur. Svo erum við með styrla staðarindir og fleiri fasta liði, en við erum í stuði þennan föstudaginn eins og alltaf og ætlum að vera með veislu handa ykkur kæru hlustundur, ekki satt Gilsari? Já, það er bara svo veist. You're listening to 95.7 and 95.blue. And with you today is Ogun Blondale and Egil Einarsson. Blondale, what's going on? Af hverju ósköpunum ert að tala ensku? Út af þeir alla úti sem eru að hlusta sem kunni ekki íslensku. Á hverju heldur þið að tala ensku? Heldur þessu margir að hlusta á okkur en tala ekki íslensku? Já, þessi helling. Já, bara hvar, hér á Íslandi? Já, sko mikið útlendinguna. Já, en eru þið að hlusta á íslenskt útvarp? Það er 100% þau. Næja, ok. Þá byrju, all you guys out there, I say hi. Já, nákvæm þarna. Ok. Það ertu. En það komið að slúðri. Yes. Egill Einarsson, hvernig líst þér á þann? Ég elska það. Það ekki. Ég ætla að byrja að segja frá Jay-Z, en hann er í smá boppa núna hjá vini sínum, Barack Obama. Það tala Jésu eða rapparan Jay-Z? Jay-Z rappara. Ok. Hvað heldur að Jésu sé í vesinni á Barack Obama? Þannig kallaði Jay-Z líka? Já, hann heldur hann sé ykkur vesinni á fórseta Bandaríkjanna? Það getur alveg verið ykkur vesinni. Já, finnst það líklegt?
Jay-Z, rapparinn, ég byrst afsakaðan þessu, kæru hlustendur, það eru sumir sem eru bara ekki með heila eða hland fyrir heila. Og hann í smá vesinn núna hjá Barack Obama því að hann fór ásamt eiginkonu sinni, Beyoncé Knowles, til Kúbu. Og það náttúrulega farbann til Kúbu fyrir Bandaríkjamenn. Og þar var hann að taka myndir af sér og rappaði sem sagt og bjó líka til svona texta og nýjan svona rappteksta við nýtt lag. Og í þeim texta segir hann I can turn Havana to Atlanta. Politicians never did shit for me except lie to me and distort history. Þannig hann svona rakka niður þarna sko bandaríska alþingismenn og Obama í fílóti hana? Já, eftir þetta. Sko, það má ekki gleyma því að það sturglu staðrind að Jay-Z, rapparinn Egill, með Barack Obama á spítal í Símonis. Og eru þeir mjög góði vinnir. Það svolítið? Já, en nú var Barack Obama að gaggrina Jay-Z fyrir þetta nýjasta útspil sitt og ekkert alltaf sáttu við hann. Já, hann var bara skilið hann Jay-Z, bara haga sér. En einhvern veginn, þú vilt alls ekki að forseti Bandaríkjanna sé pirraður út í þig. Nei. Það ekki eitthvað svona bara, meirins á Íslandi, ef Ólafur Ragnar myndi setja bara eitthvað í fjölmiðla, herru, þetta fannst mér bara illa gert af Geir Ólafs og þetta fyrir töðan á mér. Þá myndi Geir ekkert vera... Reyndar Geir og hann mjög góða félagar, sko. Já, Geir Ólafs með Ólafur Ragnar á spítal hjá sér. Já. Það hann svona okkar íslenski Jay-Z. Ég elskar Geir Ólafs. Já, ég meina, hann fashion... Akkur fáu ekki oftar Geir Ólafs í heimsó. Hann a fashion icon, hann toppsöngvari, hann með allt á hreinu. Ég elskar hann. Já, það rólegur. Svo það... Ekkert? Nei. Svo það Lindsay Lohan, þú vilt alltaf slúða hana. Þannig ég ákvað að finna eitt handaðir. Pappi Lindsay Lohan, eða Michael Lohan, eins og sá aumingi heitir. Michael Lohan? Já. Það hvíta hiski, hann ekkert allt og bjartsýnn fyrir hönd. Það ekki hrifin að pappinur? Nei, hann aumingi og viðbjöður, það sem hann Það svoleiðis? Hann að selja sögur af dóttir sinni og myndir af henni, þetta bara mest aumingi sem ég kynst. Nei, hann ekki verið búið til cash? Hæ? Hann ekki verið búið til cash? Já, með því að eyðileggja fyrir dóttir sinni, okay. Og hann sem sagt að nýjasta útspil frá þessum viðbjóðan manni, hvíta hiski, að hann vil meina Lindsay Lohan ekki eftir að ná sér og sé að fara með rangt hugafar í meðferðina núna. Hann segir hér að versta hugmynd sem hann heyrt á ævi sinni að dóttir sín ætli á Coachella Music Festival áður fyrir inn, sem svona gríðarlega vinsæl hátíð í LA, sem allir svona bestu tónlistamenn. Hún bað sem sagt að fá að fara í meðferðina strax eftir þá hátíð. Hún vildi fyrst klára hana og fara svo í meðferð. Enda með þetta bang. Já, hann segir að þessi versta hugmynd sem hann hafi heyrt og hún sé rauninni bara að fara þarna inn til þess að fara ekki í fangelsi og hún verður komin í rugglið leið og hún kemur aftur út, segir þessi, elskulegi aumingi af faðir. Viðbjóður af manni. Er hann duglegur að tróða sér í fjölmiðla í viðtölu? Ógeðslugur. Bara alltaf á E-channel var í News og eitthvað svona, þá var hann að selja einhverja sögur á dóttir sinni. Já, ég hef aldrei heyrt að tala einn mann. Nei, hann þessi maður fyrir virkileg töður mér, Michael Lohan. En ef við bara hringjum einhvern veginn í Michael Lohan og þú segir bara, hörru, þetta Blondelle á Íslandi, ég þólið ekki. Já, bara, ég myndi ekki, sko, maður aldrei... Hann elskar að komast í fjölmiðla sig, við getum fundið númerið á hann og getum lofað því. Mamma mín segir alltaf, og aldrei að segjast hata neitt. Þú sagði það ekki á hann? Nei, ég sagði þetta nefnilega ekki hata. Sagði þetta að vera viðbjóður á hann? Já, hatur er rosalega ljótt orð. Þannig ég hata hann ekkert, en mér finnst hann bara ógeðslegur af manni, þú veist, hver svona við börnin sín? Hatar engan? Maður á ekki að hata. Hatar Suárez? Suárez, nei. Leðilegur, þetta er viðbjóður. Suárez? Já, ég Manchester United maður og hann spilaði með Liverpool. Ef hann var í United, þá myndi ég örugglega stiga hann. Það væri fínt að þú heldur með Liverpool og myndu kannski... Það bara einhverju liðin í United. Við erum ekki að fara að tala um það samt. Við erum ekki að fara að tala um þetta. Það er ekki réttir. Svo það í lokin á slúðrinu, þá ég með... Kim Kardashian. Nei, Gwyneth Paltrow, ertu sátt við það? Gwyneth Paltrow. Hvort viltu slúðra Gwyneth Paltrow eða Justin Bieber? Bieber. Justin Bieber brjálaður út í vini sína og Selena Gomez, fyrirvændi kærustum sína, því að þau eru ennþá vinir. Hann á einhverja 2 bestu vini hérna sem ennþá í góðu sambandi við Selena Gomez og það fyrir hrikalega töðunar á Bieber. Bieber það bara sætta sig við það. Já, ég menn, nei. Það getur ekki verið eiginlega vinskapið þeirra. Nei, Bieber. Meðu Bieber. Life goes on, það bara þannig. Þetta var slúðubæki dagsins, ánægð með hann. Já. But it was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. The
built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. FM 957 kynnir í samstarfi við Túborg og N1. Í sambandi við þá sem þú þekkir eða vilt kynnast betur, vertu með já í símanum og sjáðu hver að hringja. Já svarið. Nú getur þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac mini og MacBook Pro. Tölvulistinn. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja rétt þinn. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Alltaf live tónlist á föstudagskvöldum frá klukkan 8 og ískaldur Egils Gull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. Sólbóðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Egils Gull kynnir Tandori Johnson. Írska barnum Hafnarfirði í kvöld. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Temda Abba hvað mikið stuð hér hjá okkur strákunum í FM 95 blöð. 2 harðir á föstudegi. Verðum hér til 6 í dag við félagarnir Auðun Blöndal og Egill Einarsson. Það eitt Auðun. Hér, já. Ég veit að þú vilt ekki ræða. Sem ég vil ekki ræða. Ég ætla einu svona að fá að ráða. Hvað ætlar í spurt og svara? Já, förum við það eftir. 100%. Engar áhyggjur öðru. Það verður að fara í það, ég lofa því. Ok. En hvað vill ég ekki ræða? Förum að fara aðeins yfir hvað málið með þig og Old Trafford ángríns. Já, ég get alveg rætt að þið. Ég vil alveg ræða það. Tekum mig með Old Trafford. Bauðið með. Og því líka þakki frá þér líka. Takk fyrir það. Já, þú ert búin að vera ekkert smá þakklátur. Ok, thank you. Takk fyrir það, blöðu. Það var mjög gaman að fara á Old Trafford. Það var gaman fyrir leik. Já, ég þakka. Það var gaman þegar við jöfnuðum. Já, mannstu við föðmuðumst. Já, ég faðmaði þig og... En þú reyndir að kissa mig, það var lastilegt. Það var helviti góður. Það var gaman, ég hugsaði með ok, við vinnum 2-1. Við jöfnum þetta nú, vinnum þetta, 100%. Síðan Aguero og kom boltan, ég hugsaði með þeirra, já, hann skaut í hliðanetti. Já, frá því að það sem við sátum, þá var hann svona skotið í hliðanetti. Já, síðan byrja hann að fagna í svona, hann að fagna, að setja hliðanetti. Við lægum með hann. Þá áttaði ég með á því að bolti fór inn, 2-1 í seti, og það einu mann að kenna á öllu vellinu. Hvað var svona 76.000 manns? Finnst það ekki líklegt að það hefði verið mér að kenna að Aguero skoraði? Ég mjög hjátrúarfullur maður og ég greinlega óhappað þetta sísón. Þú mátt ekki gleyma því að fyrir þetta tíðanbil hafði ég aldrei séð United tapa á Old Trafford og ég hef nú alveg farið á nokkra leiki. Ég horfði á Scholes smellunum í vinkilinn og skjóta okkur til Moskvu. Ég horfði á okkur taka Arsenal, Chelsea. Ég hef búin að eiga fínasta rekord. En svo bara þetta tíðanbil búið að vera algjör horfbíður í viðurkenna. Þannig að ég þarf bara að halda mig frá Old Trafford. Já, sérst. En það áttu nú líka að berja þig í stúkunni. Ekki gleyma því. Með hverju helst þú í leiknum ef við svona spyrði þig, Egill? Ég held mig United. Já, þú svona kallaði grjótharðan United mann. Nei, ekki? Er eðlilegt ef þú ert grjótharður United maður þá sitir á þessum leik Manchester United, Manchester City sitir í stúkunni með öllum United stuðningsmönnunum og byrjar að grenja á hlátri þegar Aguero skora fyrir City. Er það eðlilegt eða? Svona sem United maður, þá ættir að vera pirraður sko? Nei, fyrst þegar skoraði, þá setti ég húin yfir augun og hugsaði ok, ég dref mig. Ég trú ekki sem að tapleik. Síðan tók ég húina af svona augunum, ég leit til hægri, þar sem þú varst, og ég hef bara aldrei séð hennar svip á þér áður, þetta nýr svipur. Svipurinn sagði basically, ég að koma á 3. tapleik United og Old Trafford. Nei, þetta bara svona svipur sem að alvöru stuðningsmenn setja upp fyrir að lenda undir, sko? Nei, ég hef alveg verið með það, ég hef alveg séð þegar
við erum að tapa einhverju og svona, þú veist, og tapa einhverju shiti. Þetta var ekki að tá svipur, sko. Ég held að sé hennan áður, sko. Og þetta var svo, ég ræði ekki hana, það var fyndið, ég voru að hugsa bara, blöður að fara á 3. tapleik í United og Old Trafford og þessi svona. Þannig að þið var bara basically saman að við værum að tapa því að fannst það svo fyndið. Mér varst bara fyndið að horfa á þig. Ég sé á þau líka bara inn á Twitter og Facebook eftir leikinn. Þú bara, það var eins og þeim unnið og því lík veistla fyrir þig. Að taka myndir af mér, vera að labba niður stigann og... Sjá þig, það var bara svo... Þú varst eins og barinn hundur hann, þú labbaðir hann niður stigann og Trafford, það var æðislegt. Af því ég hélt með Manchester United í leiknum. Svona leið mér þannig, vitleysingur þeim. Þetta var því líka veistla. Ég veit ekki að ég hló kannski full hátt og margir fann að halda það. Já, þeir ætluðu í þér. Það væri sitt í stuðnismæður í United peysu. Það voru gæi hlægjand. Það voru nokkri hann í stúkunni fyrir neðan, eða röðinu fyrir neðan sem voru byrjuð að horfa á þig. Ég er bara útskipt fyrir Blondell, þessi unlucky man from Iceland. En þetta var reyna skemmtilegt. En hvað gerir maður eins og núna, ef ég er óhappa? Ég þarf náttúrulega einhvern veginn að sko break the curse. Ég þarf að koma inn af mér einhvern veginn. Já, sko. En ég fer ekki á menn, þetta er ekki tryggt. Nei, bara þegar dollan er klár, þá má það fara. Já. Og líka það... Eða bara líka á næsta ári. Kannski er þetta bara þetta tímambil. Það sem allir Íslendingar eru að gera næstu, ef þú fer á Swansea-leiki núna, ég myndi lauma mér á hann, það myndi enginn vita af því. Það er allir að fara að hólka á Swansea. Það er bara þetta er ekki eðlilegt, sko. Þetta er ekki hægt. En þú mátt fara ef við erum konum með dolluna. Ég gef grænt ljós á það. Það er einhverju púlar að fara að safna pening fyrir þig. Já, veistu hvað ég er búin að heyra þann brandar oft. Þetta er að verða eins og Ingo Viðaukuð. Bara alltaf ég hitt einhverju púlara. Herðu, við vorum að tala um púlarhörnina. Kaupabrandar er Ásmið og Old Trafford. Já, ok, 250 maður. Fáum mér Justin Bieber með All Around the World. Svo er það, spurt og svarað og sturlar staðreyndir. Þannig að ekki vogi. Perfect. Everyone's itching for beauty, but just scratching the surface. Justin Bieber hér með lagið sitt All Around the World. Hann var í slúrunni hér hjá okkur hann. Sleikjóin? Já, svona nettur sleikipinn í honum. Sleikjóin? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað ég sagði þetta. En þeir alltaf að hlusta hér, hvað sér þau? Það var viðbjöður. Nei, okkur þarst þú, ég var að meina bara því að hann var svona síkursætur. Ok. Ég var ekkert eitthvað að tala um... Nei, ég var aldrei heitt þetta, sleikjóin hérna... Nei, ég veit ekki af hverju óskapunum ég sagði þetta, en þeir alltaf að hlusta hér að tvo harða og þetta er Justin Bieber með lagið All Around the World. Hér réttand af hodni eru sturlaðar staðreyndir og ekki gleyma því að Auðun Blöndal er að fara að lesa upp ástæðabréfi sem að sendi þeim að 17 ára gamall. Egill, í 100. sinn þarf að faxa allt upp í raskatöður. Ég sendi ekki bréfi, þess vegna er ég ennþá með það. En við bara sendum stelpunni bréfið. Nei, fullorðin mann er ekki það. Sko, konu, hérna mann og 2 börn og eitthvað. Er það ekki viss hann hafi verið skotið niður þú varst að spáði að senda það? Örugglega ekki, ég veit það ekki. Þú tekur eitthvað sjens Auðun. Þú bara taka sjens í lífinu. Já, ég hef tekið sjens að segja. Hvað sendur ekki þetta bréf? Kannski áttar það á því eftir. Þú er náttúrulega ekki heyrt þetta ógeð. Þannig að ég held þú fattar það hérna eftir af hverju ég sendi ekki þetta bréf. Já, ég hlakka til að vák, ég get ekki beðið. Það er eitthvað að Jay-Z. Hvenær förum við það? Hvenær förum við í bréfið? Ég er að reyna að fresta þig, sko. Reyna að fresta þig, það er ekki að fresta þig. Neglum bara undan þessu tímasendingu. Förum við eftir, með kringum 5. Þá förum við í bréfið. Það er ekki nema hálftími það. Skoðum við þetta. Ég líka á veislan. Er komið að því að þú farið að rosa sjálfur og rakka minnuður? Eða hvað er að fara að gerast núna? Er spurt og svara? Þú kallar það spurt og svara því ég er rosa sjálfur og rakka þig niður. Ég er bara að kalla það sem það er. Nei, ég er búin að fá mikið spurningum eins og alltaf og ég er að spája að velja 2. Já. Og síðan alltaf fyrir í first date og eftir og það sem ég er að hugja við upp. Hvað ertu búin að vera að tala við eitthvað stelpur? Já. Vægast sagt. Þú ert hitting the jackpot. Þú segir þetta hverju viku. Ég segja það. Þú er að vinsall inni með hverjum daginn. Nei. Það er líka enginn sem skila fyrir klukkutíman inni, held ég að þú. Þú? Nei, og þú sér hvað maður var lengi, þú veist, á þeirri síðunni. Og þú ert að skila mörgum klukkutíman, sko. Frábært. Þannig að ég er duglegur. Æðislegt. Gaman að heyra. En ekki hendur ykkur 2 spurningar spurt svaraða. Jú. Ég málega, þú ert alltaf að stríða mér. Er ég alltaf að stríða þér? Já. Það var helviti góður. Þú ert alltaf að segja mig að þetta sé bara eitthvað, ég að drulli við þig og eitthvað. Nú er þetta ekki þannig. Nei. Ég sverða það. Þannig að búið undir það. Já, ég sé strax glottið þér. Nei, það er í álöfurinn. Ég er að segja það. Ok, hvað er menn? Ok. Sæll King Gilsey, Man of Courage. Ég þarf að spyrja það einu vandræðalegu. Ég veit reyndar að þú hefur pottitt aldrei lent í þessu, en þetta er one beautiful hot man. En ég bauð sér þetta stelpu sem ég þekki eiginlega ekki neitt á date. Og ætlaði að hittast 20-30 á grillmarkanum. Er hann sköllóttur eða? Þessi? Hvernig anskoðum ég á þetta það? Nei, ég er bara svona undirbúið með hvað er að koma. Ok, þannig að hittast á grillmarkanum.
Ég mætti þangað á slæginu og sat þar að bíða eftir henni. Þegar það var 20:45 á klukkunni, þá var ég farin að panika en sendi henni SMS að ég stóð bara, ég væri mættur. Hún svaraði því ekki, þannig ég beið bara lengur. Ég byrjaði að þamba rauðvinni hans hraðar því mér leiði ekkert alltaf vel því að það var svolítið vandralegt og fólk að fara að horfa á mig. Klukkan 22:00 var hún ekki ennþá komin, ég var hún ofurölu og reiður. Hvað, hann búin að bíða hann í 2 tíma? Já, hann skeitaði þetta, með allt niður á sig. Það ekki 1,5 tíma, sittandi 1, sko. Og það fer enginn 1 á gulmarkaðin. Það vita allir, og þú sest hérna og það stólla mótið, það vita allir að það er dama á leiðinni. Já, eða vinur. Og sérstaklega hann er pottet verið að kíkja á klukkuna og eitthvað í símanum, hann að allir vita, hörðu, það er ekki að fara að mæta hann. Getur líka verið vinið þinn eða mamma þinn eitthvað, sko. Já, mamma þinn. Við farið með mömmu mín á grillmarkaðin. Þú ekki verið að pikka hann upp og þið verið saman. Sko, það var þetta góða punktur. sko, hérna, já, ég byrjaði að þamba rauðvinni hans hraðar, klukkan 22:00. Er þetta sem sagt alvöru spurning? Ok, ég er ánægð með þið. Þetta er alvöru spurning, það er ekki leiðindi hérna. Ok. Ég endaði að segja þjónunum að halda kjafti þegar hann spurði mér 30. skipti hvort að daman er á leiðinni. Og hann skeitaði þess á sig þarna. Þannig mér var hent út. Það sem gerði henni ekstra pyrraða niður að þjóttinu var sköllóttur eins og helvitis blöðsöður. Æ, gæt verið maður. Ég var actually fann að treysta þið núna. Ég bara... Já, ok, hentu út og hann var sem sagt sköllóttur sem er náttúrulega alveg skellulegt af þjónunum. Og hvað? Og ég sko, þetta er bara, veist, aukaðatrið. Ég segir hann bara... Já, þetta er náttúrulega aukaðatrið sem þú varst að tróða inn. Ekkert bara hann var hentu út af þjóni. Ég tróði þess ekki inn. Nei, ok. Og hérna, Kristinn gerði það, hann heiti Kristinn. Þetta er vandræðalegt, hvernig getur komið veg fyrir að lendi svona King Gilsi, Man of Passion, hvað er Kristinn? Man of Passion, hvað er Kristinn? Já. Og hérna, ég segi bara, sæl Kristinn. Ertu búinn að segja mér svarið sem sagt? Ég svaraði hann í mailinu, ég ætla bara að lesa. Já, ok. Ég sendi honum svar og ég sá hann leið mjög illa gæðan. Ég sagði náttúrulega við hann, sagði bara, Kristinn minn, mistök nummer 1 þegar að bjóða stelpur sem þekki lítið sem ekkert á blind date. Ekki gera það. Það er alltaf leið. Nei, okay, ekki gera það. Hætt að hvetja fólki það. Það lendir fólki í þessu. Já, ég meina, hvernig átt að kynnast það annars mannesku? Ekki blind date er vond. Já, ok. Það er bara að þekki hann ekki neitt. Bara að róla eins og þú að gerast það. Ok, notaðu bara tæknina. Spjallaðu hann á Facebook til þess að 3-4 sinum áður og býður Já, hann var pottitt búinn að gera það. Nei, ok. Ok. Og ég sagði, mistök nummer 1 þegar og býður hann eins og stelpur sem þekkir ekkert á blind date. Það er bara ávísun og vandrætt moment. Vertu bara að kynnast þinn á þér. Númer 2. Lænaði þannig upp að þú pekir hann upp. Þannig að, þú veist, ekki hittir hann niður frá. Já, ok. Þannig að hún beilar að þér og situr í geitna á grillumarkanum með buksunar á hælunum og borir niður við þér. Já, ok. Þú veist, þá bara, ef þú kom fyrir utan hjá henni, þá er ég kom fyrir utan, og svarar ekki, hringir, svarar ekki, og bara keyrir heim. Já. Situr í geitna raskatun á grillumarkanum. Ofuröfli. Já. Ok. Reiður og fyrir að rífast okkur skölluna þjón. Það hljómaði sem þetta var Rikki G. Nei, þetta er Kristinn. Já, svona brjálaður einn á villeri, ok? Já, kannski er það Rikki G. Bara skýða þessi Kristinn. Já. Og, já, síðan sagði, leið og þú sendir SMS-ið og það ekki ekkert svar, 2045, þá átt hann að segja bara fyrir hátt og skýrt, þannig að fólk í kringum hann myndi heyri í honum, að það kom smá slys og deytu það er forfallast, þannig að hann haldi kúlinu. Það kom smá slys, en hún kemst ekki hérna dama sem þið hitta mig, heyra það allir, og þamba rauðvinn og segja þjóðinum halda kjafti, það er ekki málið. Nei. Þannig að þetta var nokkuð bara eðlileg spurning og eðlilegt svar. Já, ég var að gefa það. Þetta var bara með skafstað sem komið frá þér einnig þessum dagskilin. Önnur eðlilega að þetta er núna. Ok. Sæll, man of inspiration, honor, courage, love, passion. I love how you fear no change. Já, bara áfram með þetta. Hann skrifar þetta. No change at all. The man is fearless. Út maðurinn, Gilsi. Yes. Heyrðu það? Út maðurinn. Sagði hann það aftur? Já, það sagði komma. Ég er að segja það, lestu þetta bara. Já. Það sagði komma út maðurinn. Ok, og síðan hérna, ég er í rauninni ekki með spurningu. Heldur ætla ég að segja blöðpúp frábæra fréttur. Hvaða frábæra fréttur er það? Hvað er það? Er þetta svona rosalega fyndið og bara getur ekki lesið þetta sjálfur? Hvaða frábæra fréttur er það? Það er alveg ótrúlegt hvað því að finnst þú fyndin. Hvaða frábæra fréttur? Ég sá svipinu á fyndin. Ok. Já, búðundi frábæra frétturöðun, segir hann. Hann er kallar hann Auðun. Frændi minn Einar, sem er algjör meistari, hann er svolítið eins og The Poop, með hár allstar annar staðar en á hausnum. Hann nefnilega prófaði að raka hárin af raskatun á sér og setja þetta á hausinn og hann er bara eins og nýr í dag, aldrei litið betur út. Ég heyrði að þið voru að tala um þetta daginn og The Poop var mjög neikvæður eitthvað, en það sést hægt og ég ætlaði bara að óska blöð til hamingju með það hverja Borgþór. Og nú áttu að taka gleðin á ný, Auðun. Já, glæslegt. Er þetta búið sem sagt, þegar núna? Spurst og svara?
Vistu ekki á þetta plan? Já, finnst þið ekki líklegt Egill? Ég fara að raka hárin að rassinum að mér og setja það hausinn á mér. Það er ógeðslega flott maður. Þetta komið þér. Gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai. Á hverjum fimmtudagsmótni hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Öll verkefni sem þú búin að vera að borga af láninu, ef þeir dæma hana Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljarbarinn Faxafinni. Egils Gull kynnir Tandoori Johnson. Írska barnum Hafnarfirði í kvöld. Treystum þjóðinni og klárum aðildarviðræðurnar. Samfylkingin. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið eru að hlusta hér á Auðun Blöndal og Egil Einarsson, þeir harðir þennan föstudaginn og já, 12. apríl, allt að gerast. Fallið eftir mánuð. Já, þá er 12. mæ. Hvað mæ? Ég ammæli 13. mæ. Ok, ammælið til rúma mánu, hvað ætlar að gera? Ég veit það ekki, en ég er ekki sem að pæla í því. Þetta er ekki náttúrulega skipilegin eitt. Þú vart ammæli eftir marga mánuð, þú ert búin að veitast nákvæmlega hvað þú var að gera. Já, það er löngu plan. Getur maður ekki bara ráðið því sem ammælisplanner eða eitthvað? Þetta er nefndar $1 million idea. Ef einhver ætti að skipilegja gott ammæli. Reynslu hef ég. Þetta er viðskiptahugmynd fyrir þig. Já. Bara ég nenni ekki að plana ammæli, blöðnur að græja þetta. Það er engin betri því. Það er ekki á landinu, ég fullir það. Svei mig þá. Þetta er eitthvað sem ég getur verið að skoða. En það er komið að sturgluðum staðrendu. Hvernig líst þér að það, Egill? Vist fárlega vel að það. Nei, ekki. Fá hérna 10 sturglaða staðrendir. Er einhver Lindsay Lohan? Sturglu staðrend Lindsay Lohan? Já, það verður gaman að fá okkur sturglaða staðrend um hana. Ok, það held ekki. Sturglu staðrend Lindsay Lohan, pappinar er... Nei, hættum þessu. Það er hérna... Já, ég er ekki Þú hatar hann? Nei, þú hatar hann ekki, en þú veist hvað þið byrður. Ok. Ertu tilbúinn? Já. Eru þið tilbúinn, kæru hlustendur? Já. Ok, þá förum við í sturglað... Ég heyrði einhvern kalla. Já, þetta var einhvern bíl hérna. Þá förum við í sturglað staðrendir. Fyrsta, í Tajikistan, sem ég veit ekki hvað er. Hvað sagði þér? Í Tajikistan. What the hell is that? T-A-J-I-Kistan. Tajikistan. Okay. Tajikistan. Þykir sexy að vera með samvaxnar augabrúnir. Eða unibrowed. Já. Þeir karlmenn eru vinsælir og þykja sjaldgæfir hjá konum. Já. Ég er með mjög þykkar augabrúnir. Já. Þannig ég geti... Snirtur það ekki regluna á milli? Já. Það verður að gera það. Þú verður að gera það. Ég myndi bara þá að reyna að lita henni á þessu milli. Það var ekkert verra að þú ert stattur í Tajikistan að vera að sex symbol, skilur. Bara að lita á þetta milli. Ef ég var í Tajikistan, myndi ég gera það. Já, til þess að vera það shit á milli, þannig að úti. Já, en þetta þykir ekkert, þú veist ekkert alveg maðurinn hérna á Íslandi eða út unibrow, sko. Nei, ég þekki ekki marga sem eru þannig. Ég hef nú samt alveg séð það og það er, jú. Sverri Bergman er semi-unibrow, eða ekki? Nei, er hann? Það ekki? Ég ekki. Já, Hjöppi eða einhver? Ég veit það ekki, ég er í næstu og þessi hérna, ég tók hana sérstaklega fyrir þig ég sagði þessa fyrir svona hálf ári síðan eitthvað en hún er bara svo góð og ég vissi að þú erið ránaði með hana. Bring it on down. Christopher Walken Meistari. Já, sem er frábær leikari og snillingur Hann vann sem ljónatemjari þegar hann var úlingur. Wow. Ég vissi að þetta var eitthvað fyrir þig. Það er vinna. That's a job. Sko þegar ég var úlingur, ég var að keyra út bakari, ég var að keyra út brauð og söðugröki Ég var að keyra út pizzur. Já, þá var hann að temja ljón. Christopher Walken og þegar hann var 17 þá var hann að temja ljón. Sko þannig að það er það er ekki hægt að temja ljón hér. Það er ekki ljónina. Nei, fyrir utan það. Hvað getum við ekki að temja þetta? Nei. Arna Grant var hestatemjari. Já. Þú ætti Austuríkis að temja hesta? Það er líka one hell of a human being. Ég hef ekkert svona fára töff vinnu. Arna Grant var kannski fýtt sem hestatemjari. Ég held að hann var ekki góður sem hestakvíslari. A horse whisperer. A horse whisperer. Já, ég held að hann var ekki nógu góður í því. Nei.
Það taka smá tíma. Herðu, það hér næsta, það hægt að verða háður gulrótum. Það mest að kjafta þessu ég. Og það líka hægt Hvernig þetta verða háður gulrótum? Ég veit það ekki, það eitthvað sem þú þarfst að ræðast eða? Ég hef oft borðað gulrætur, ég hugsa alltaf og ég langar ekki að þeirra. Nei, þú getur orðið háðið þeim og það er líka hægt að reykja þér til að verða skakkur. Hæ? Já, þetta er gulrætur, þú ert að læra helling um gulrætur. Þetta var frábært að vera. Það reyndar ertu komin á síðasta snúning að þú byrja að reykja gulrætur til að verða skakkur. Nú er allir úlingar að fara beint í ískopin heima að reykja gulrætur. Til hamingju með þetta. Þetta verður komið á interneti á morgun. Blöndal hvetur úlingar til þess að reykja gulrætur. Þetta er örugglega spes gulrætur. Reykja gulrætur? Ég er að hvetja, þetta er bara hérna sturlu staðrind. Ég er aldrei að hvetja neitt til að reykja eitt eða neitt. Hvorki njólan er gulrætur. Hérna, og já, þú getur orðið háðið. Hvað er eitthvað sétt í það með? Já, greinilega. En þetta er samt ekkert að, þú veist, ef þú ert fjölskyldumeðlumur, þá er ekkert eitthvað, þú hefur eitthvað gríðalega áhyggjur að Egill minn, hann er byrjað að borða svo mikið að gulrætur. Þetta er ekki eitthvað. Það er ekkert eitthvað sem þú verður áhyggjur. Nei. Svo er það hér næsta. Það var maður sem stal bíl með lotto, já þetta varst með magnað. Það var maður sem stal bíl með lottovinning upp á $500,000 eða 65 milljónir sem skilaði lotto með hann í gegnum lúgu. Hann hefur sem sagt farið bara með lotto með hann eitthvað. En ekki bílnum. En ekki bílnum. Það er það geðveikur. Nei, meni, maðurinn var að vinna 65 miljóna, ekkert með hann að bíla að gera, sko. Hann ætlaði að skila honum lotto með hann. Það er rosalegt. Elskar svona þjóa sem eru með crunches. Já, það er fallegt. Hann vildi kannski stela bíldruslinu en kannski ekki alveg 60 miljóna. Og hann það kannski bara ekkert með hann í. Hann það bara bíl. Hann það bara bíl. Svo er það hér, George Foreman er búinn að þéna meiri pening á grillinu sínu heldur en hann gerði allan sinn atvinnumannaferil í boxi. Ég á svona grill. Já, ég líka. Ég keypti eitt. Ég meina, hann er það stoltur að setja nafnið sitt á það. Nákvæmlega. Þá veit maður að það er gott. Já. Þú fór út í búð bara að verða eitthvað venjulegt grill. George Foreman grillið er hann. Tek það kannski frekar. Það er nafnið sitt á þetta grill. Já, hann er það. Ég tek það. Auðvitað tekur það, þetta er George Foreman. Bara bringa, 7 mínútur, lokar, klárt, bara blísa það. Já, sérstaklega fyrir sko svona einióti eins og mig sem á mjög erfitt með elda. Þetta gerir mér kleift. Já, þetta gerir mér kleift að hendi bara fínustu kjúklingamáltíð. Já. En þetta er ekkert fínustu máltíð, þetta er bringa og barbecue-sósa búið. Svo kemur hér næsta, það var framið 1 morð 11. september í New York sem tengdist ekki tvíburaturnunum og það hefur aldrei verið leyst. Já, þeir vilja meina að það hefur verið a mafia hit. A mob hit. Það er bara svo leiðis. Ég meina, ef þú ert í mafíunum þá gast ekki valið betri tíma til að... Fullkomun tímasending, það er enginn að pæla í þessu. Það er alla löggurnar nýri bæ og á Manhattan og eitthvað. Svo er það hér, The Dream Team, draumalið með Michael Jordan, Larry Bird, Magic og þeim. Já. Tóku aldrei leikli á Ólympíuleikunum 1992. Sturlu staðrind. Þurfti ekki alltaf leikli. Nei, það gekk það vel í leikjunum. Ég myndi ekki reyna að spila bátu körfubolta móti þeim. Nei, jú, reyndar. Ég er bara í myndatökum. Þetta er pakka saman. Svo er það hér, það eru 2 eftir og, það eru 3 eftir. Það er til kínverskur ávöxtur sem er 300 sinnum sætar en sykur. Mjög sætur. Svo er það hér, FBI gerði upptakan $1 million kafbát, eða kafbát sem kosti yfir 130 milljónir, sem gæti tekið 8 tonn af kókaini frá Kólumbíu. Og það er vist fleiri þarna úti. Svona, veit maður hvernig þetta er að fara á milli, menn er bara konum með þetta í kafbát, 8 tonn. Það eru lengra komnir hana. Já. Það er ekki okkur litlu skútum. Nei. Kafbát. Já, með 8 tonnum. Svo er það síðasta, sógblettur þótti happa í gamla daga. Sturlu staðrind. Þú er nú fengið 1-2 soppa með henni, ég get lofað því. Soppa, hvað? Það var þetta kallað soppi í góðbúinu með það? Já, það er stytting á sógblettur, soppi. Jó, ég meina, ég er ekkert að þykjast verið eitthvað töffari hérna, en maður er nú alveg fengið 1 sógblett. Ekki þú eða? Ég fengið 1 eða 2. Já, það er samt, það þótti aldrei töff, sko. Já, það ekki. Varst ekki að sjá hann, svona ástunum hálsunum eitthvað og lest á sjá hann. Hvað er þetta? Æ, hættu þessu bara, ég veit það ekki. Hvað er eitthvað hérna? Þú þóttist allavega ekki vilja sína, bara hættu þessu maður. Hvað er eitthvað hérna? Þannig að þetta voru sturlaða staðarindir. Erum við næsta að fara í breiðið, please, erum við næsta að fara í breiðið. Hvaða sturlaða staðarind stóð upp úr? Hver varst þið best? Með ávöxtinn. Með ávöxtinn á, hann verið 300 sinni sætar en sigur í alvegni. Já, mér varstu mjög góð. Ok, Kristóf Walken bestur. Hérna Blondell, þú eru að fara í ástabrið eftir næsta lag. Segðu bara já. Já, samt erfitt með að lesa þetta bref. Ég er ekki að grínast. Þetta er, þú hefur ekki heyrt þetta. Ég skal labba með þér í gegnum þetta. En þetta er líka það asnalegt, sko, að vera með svona viðbjóð sem ég skrifaði fyrir, sko, 16 ára síðan. Að lesa það 2 í fjölmjölum, er það ekki bara mikið? Það er ekki að segja samt að ég ætla að sé gott viður úti. Þetta er fínt gluggaviður. Já, þetta er svolítið window shopping, sko. Það er að detti sunshine. Já. Skárra af gluggaviður en svona janúarviður, dimmt alla sólarhengin.
Vissulega, sólinn gerir helling, en það mætti sko, þetta samt svona pínu eins og þessi verið að dicktísa mann, eins og þegar ég vaknaði í morgun, það var svona glampandi sól, ég svona lág við að maður hendi sér bara í stuttbuxur, en það var ekki alveg málið þegar maður kom út, ég átti sko erfitt með að bara hlaupa bílnum í morgun, það var 60 frost þegar ég settist í bílnum klukkan 8:30. 60 frost? Já. Skelvilegt. Það er ekki good shit. En ég fór að hugsa, þú ert að reyna að biðja minn núna, Egill, ef við förum í það núna klukkan 5, ef ég lesi þetta bréf fyrir þig, þá vil ég fyrst núna að þú opniði með einhvern svona viðbjóð sem þú sér eftir. Einhvern svona viðbjóð in the past? Já, eitthvað svona sem þú gerðir eða sagðir. Ég er ekki frá Sauðárkróki. Hvað skiptir það maður? Hvað heldur þú getur ekki hafa gert eitthvað í æsku sem þú sér eftir þú sért ekki frá Sauðárkróki? Ég er ekkert í svona rugli hérna í höfuðborginni, sagði Ángríns, ég er bara í fótbolta. Hvað ekki svo allir á Sauðárkróki að vera í þessu? Já, bara í Dýrunarskóla. Chillið þar í skotbolta, í fótbolta, ég var ekki... Þetta var ég í því líka, hvað heldur ég hef bara legið sköllóttur að skrifa ástarbréf á Sauðárkróki eða? Hvað hérna... Ok, segðum reitt, hefur þú skrifað ástarbréf? Nei, ég er eiginlega 100% sem ég ekki skrifa ástarbréf með. Þú ert eiginlega 100% Ég var eiginlega potið mjög góður í því, svona. En þú ert eiginlega 100% viss? Nei, maður myndi muna. Já, ok. Þannig þú sendir aldrei eitthvað í skóla, svona eitthvað ástarbréf eða neitt? Nei, ég veit það. Þetta er það ekkert eðlilegt svo sem. Ég er bara að reyna að finna eitthvað. Ég meni, er fólk eitthvað í því eða? Ekki í dag, öruglega. Nú er það öruglega bara... Nú sendur þau bara e-mail. Já. Þú varst að handskrifa þetta. Tölvupóst. Varstu bara með blýjant eða... Nei. Varstu að vinna með liti? Rauður penni. En það var held ég ekkert eitthvað... Það var ekkert statement hjá mér að vera með rauðan penni í þessu, sko. Nei, ok, ekki rauður fyrir löð eða eitthvað þannig. Nei, það held ég ekki. En mamma þinn í næsta herbyggju við liðinu? Ég var 17, ég bjóð með foreldrum mín. Já, ég veit, hún var ekkert í herbyggju hliðina, hún var semst ég var á ganginum og hún var inni á. Okay. Mamma og pappi, þau voru gifta. Voru þið ekki svona auðvitað hvað þetta að gera? Nei, ef ég kem inn og sko... Ekki neitt? Bréfið byrja þannig að ég kem inn á glöggana, þannig að þau voru vantilega sofandi. Þannig að, getur ekki bara að henda ykkur þetta helvitis bréf? Förum í örstutt skilabóð, svo skal ég lesa þetta ógeðslega bréf fyrir þig. Þú átt ekkert eitthvað handa mér. Getur ekki sagt mér neitt sem þú sér eftir eitthvað? Ég gerum þetta allra best að finna ykkur viðbjóð. Já, gerðu það þá. Þetta má ekki bara vera ég eitthvað að opna mig hérna, sko. Ok, förum í auglýsingar, svo ætlum ég að lesa einhvern mesta viðbjóð sem ég skrifaði á minni. FM 957 og kjúklingastæðurinn Suðurveri gætu boðið þér út að borða. Fylgdu með í þætti Þórald Daniels helgar og þú getur unnið máltíð fyrir þig og þína á kjúklingastæðunum Suðurveri. Eigum yfir 100 gerðir af fartölvum og spjaldtölvum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer. Komdu á Suðurlandsbrautina og skoðaðu það nýjasta og flottasta á lægra verði. Tölvulistin. Coke Zero. Ekta kókbragð. Engin sykur. Bragðað á möguleikunum. Í sambandi við einhvern sem tengir mann strax við þetta eina símanúmer eða öll hin. Vertu með 118 í símanum. Já, er svarið. Árið 1909 kom Ford T fyrst á götuna. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909 Coke og Landsbankinn kynna Oblivion. 60 years ago, Earth was attacked. We are the last ones left. Stórmyndin sem tekin var upp á Íslandi með Tom Cruise í aðalhlutverki. I've been watching you, Jack. Who are you? Oblivion. This is just the beginning. Komin í bíó. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. 11-faldur fyrsti vinningur. Potturinn stefnir í 7.000 milljónir. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Alvöru eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðjan. Grensásvegi. Það er live tónlist öll föstudagskvöld og ískaldur Egilsgull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Egilsgull kynnir Tandori Johnson, írska barnum Hafnarfirði í kvöld. Saman getum við tryggt þjóðinni stórauknar tekjur í gegnum arð af auðlindum hennar. Dögun xt.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvaða er gott. Nissa, litríkt á bragði.
Þórunn Antonija með Too Late. Hún var einmitt gestastjórnandi hér hjá mér í gær. Stóð sem eins og heitja. Ekki bara stemninga. Já, mikil stemming. Mjög gaman að hafa hana. Ég elska þetta lag. Þetta er gott lag. Það verður að viðkennast. Auðun, núna erum við að fara í... Ég sé búin að bíða eftir þessu lítið barn. Eins og a tiny little baby. Eins og blöð eftir til jólun. Við erum að fara núna í ástarbréfið sem þú skrifaðir. En þú veist að þú áttaði á því að ég hef lesið þetta áður einu sinni, sko. Er þetta skít sama? Já, ekki mér. Ég er ekkert minna spenntur, sko. Sko, hérna, getur þessu aftur eitthvað róm og betta undir? Þetta er romantist þegar það bréf, eitthvað svona sexy. Þetta er alveg með eins og Ásgeir Kolbeinsbettan, eða? Nákvæmlega, getur ekki verið beti. Er hann inn í tölvunni? Ásgeir Kolbeinsbettin? Þessi er. Hvað sjá? Þessi? Úi, bara. Ok, svona til að gera þetta ógeðslegra. En ég ætla að byrja að útskýra fyrir hlustendum, þeir sem hafið, hann náttúrulega ekkert allir sem sá hennan naut og sveppa þátt. Ég skrifaði sem sagt ástarbréf fyrir 16 árið síðan. Ég var 17 ára gamall og sendi aldrei bréfið og las það fyrir 4 ára síðan í sjónvarpsþætti með sveppa. Ég hef ekki lesið það síðan og búin að týna en Egill er búin að væla í mér held ég sem við byrjuðum með 2 harða að finna þetta bréf en hann hefur ekki heyrt það. Ég get ekki beðið. Bréfið er ógeðslegt og ég ætla að... Start the reading, Blondell. Ég er svo góð að segja, ég kenn mér ekki í þetta. Hendur í þetta? Já. Ok, þetta er semst handskrifað hér. Ég ætla að minnskreita þetta bara aðeins. Ligguru á nærbúksunum, beru ofan upp á rúmi. Ok, ég skal bara segja, ég skal bara leyfa þér að heyra bara strax hvernig sem viðbjóður byrjar. Ég ætla ekki að segja nafnið, segjum bara til dæmis að nafnið hennar, bara segjum hún heiti Gilsa. Gilsa? Já. Ok. Og kemur bara hérna. Gilsa, blessuð. Klukkan er 03:47. Nákvæmlega, ég var að gá. Upprópunamerki. Býttu, 03:47, þetta er hánótt. Já, ég var að koma heim með temminu. Ég ligg hérna upp í rúmi eftir 7 bjóra. Það virðist auðveldar að segja þetta á blaði eftir 7 bjóra. Þetta er ekki... Ok, það virðist auðveldar að segja þetta á blaði eftir 7 bjóra. Þó það sé nú auðmingjalegt. Svona er ég. Alltaf sama uglan þegar það kemur að stelpum. Búndur. Uglan? Ég veit ekki hvað það er. Það er einhver mér að vinna með hana, ég var ugla. Ég þóri meira að segja að veðja að þú er aldrei eftir að lesa þetta bréf. En ég ætla samt að skrifa það. 3 upprópunamerki. Þetta er alveg ótrúlegt. Ég er búin að vera hrifnaður í meira en 1,5 ár núna. Þetta mismikið. En alltaf slatta samt. Og ég skrifa alltaf með kapslokk eða allt stóri strafir. En það leiðilega við þetta er að ég veit að þú ert svo rétta. Og þarna er rétt að skrifa með stórum stöðum og 3 upprópunamerki. Fylgjaði kjölfarið. Ég meina ef það er ekki örlög... Já, alveg rétt. Hérna náttúrulega kem ég alveg gjössanlega upp hver þetta er, sko. Eins og ég gerði á sínum tíma í þættinum. Það er alltaf læg, það er eitthvað... Hún er alveg hæg. Við erum alveg vinni í dag, sko. Ég ætla ekki að nefna öll nöfnin sem koma fyrir í þessu ógeðslega bréfi, sko. Ok, það kemur hérna... Já, ég meina... Ef það er ekki örlög að þú búir í sömu götu, í alveg húsi og í alveg íbúð og í alveg herbyggi og hlýtur það að vera örlög að ég... Nei, ég get ekki lesið þetta, sko. Þetta er svo vont hérna sem kemur núna. Nei, read it. Þetta verður ekkert, ég getur ekkert að því verra, treystum mér. Þá hlýtur það að vera örlög að... Þá hlýtur það að vera örlög að ég var valinn herra friður sama ár og þú varst valinn ungfrú friður. Og svo líka bara hvað eigum margt sameiginlegt. Glugg, glugg, 7. bjórin ekki alveg búinn. Glugg, glugg, guð minn almáttugur. Já, þarna skrifa ég glugg, glugg, 7. bjórin ekki alveg búinn. Í sviga eða? Hendur í sviga? Nei, engin svíi, bara fylgi bréfinu. Bara eins og þetta sé eðlilegast í heimi. Ég sé að seginni sé að fá mig sopa. Glugg, glugg, 7. bjórin ekki alveg búinn. Ok, trúðu mér, ég hef reynt að kynast öðrum stelpum eins og þér. En ég fyrir alltaf að hugsa þig. Svo hérna er ég að skrifa, sko ég get ekki að lesa þetta. Hérna er ég að skrifa niður nokkur nöfn, sko, á öðrum stelpum sem ég ætla ekki að lesa. Ok, hoppum með þetta. Já, svo fór ég á rúndinn með henni og það var eins og að rúnda með ljósastur. Hún sagði ekki orð. Svo rúnda með ljósastur? Já, það var eins og að rúnda með ljósastur, hún sagði ekki orð. Þá var ég að tala með einhverja stelpun, ég greinlega monta mig á að, þú veist, þannig er ég að monta mig á að það er ekkert vesen fyrir mig að fara rúndin með einhverja stelpun. Þetta er alveg skelfilegt, sko. Einstamáli heimi fyrir að græða það, sko. Já, það var eins og að rúnda með ljósastur. Hún sagði ekki orð. Glögg, glögg. Hvar var ég? Já, hún sagði ekki orð. Glögg, glögg, hvar var ég? Bara...
Nokkur sentimeter lengur til hægri. Hvað að gera það? Sérðu þetta? Glögg. Hvar var ég? Guð minn. Já, ok, glögg. Hvar var ég? Já, hún sagði ekki orð. Og fór ég að hugsa mig suma þegar við vorum á rúndunum. Það var gaman. Við spjölluðum. Svo hérna kom einhver nokkur. Tókstu hana sér, varstu maður að taka hann á rúndin einu sinni eða? Já, bara eitthvað, þú veist, það alveg eðlilegt og Sauðárkróki ekki að fólk færi saman á rúndin, sko. Þú veist ekki að vera að fatta ekki allir og setja rúnda með geðsjúkling sem að fara að skrifa ástabreiðið, sko. Má sjá, hérna kom einhver nöfn, ég ætla ekki að fara til þetta. En já, ég var á rúndunum með, þú veist, svo skrifaði hérna nafnin daginn og hún fór að tala þig. Þá var ekki aftur snúið. Ég hugsaði bara þig allan rúndin. Ekki aftur snúið. Þú varst með allt niður þig. Ég var búinn að segja þetta bréf eitthvað að versta sem ég séð eftir sjálfa mig og hef ég sko unnið það mýg á mig. Hérna, já, svo núna daginn, maður fór ég niður í Fjelo, þessu félagsmyndstöð. Ég var að sækja albúminn á skrifstofu. Gettu hverja ég sé, horfa ásatíðin á vídeo. Jú, stelpuna sem ég elska. Allt með stórum stöðum. Stelpuna sem... Þannig að það fór það. Var stelpuna sem ég elska allt með stórum? Já. Upprópunarmerki líka? Hvað segir ég? Já, upprópunarmerki. Þú settu Ásgeir Kolbeins bettan aftur á? Þar fór það. Jæja, ég gæti nú loksins sagt þetta. Ég held ég sé bara ástfangin upp fyrir haus og þetta manneski sem ég get ekki fengið. Upprópunarmerki. Samt hef ég nú á tilfinningunni að kannski einn daginn, ... Hvað er það? Eða kannski ekki. Hvað er tilfinningur eða? Greinlega, við myndum kannski byrja saman einn dag. Ég veit það ekki maður. Ég byrjar að svitna. Já, samt hef ég á tilfinninguna kannski einn daginn, ... Eða kannski ekki. Æ, ég er farin að sofa. Nennar að slökkva. Smá spaug, ég skal gera það sjálfur. Þetta er grínast. Svenda ég á 4 upprópunarmerkjum. Smá spaug, ég skal gera það sjálfur. Góða nótt. Þetta er sem sagt brefið sem að ég sendi ekki þegar ég var 17 ára gammal. Ég skil ekki að hverju sendir þið ekki. Nei, ég er bara þakka Guð fyrir það. Married bara með börn og hunda í dag. Þetta er bara, eins og ég segi, þetta er ógæslegt þetta bref. Þú er ekkert verið minn en fáru veikur úrlingur. Ég er ekki verið að leiðum. Róleg, bara, þú var átt af því að brefið byrjar af því, ég segi klukkan er 03:47, nákvæmlega, ég var að gá. Þannig að þetta er klukkan 4 nóttina og þegar ég var 17 ára, ég byrjaði, ég drakk minn fyrsta bjór 17 ára á ævi minni. Þannig að hvað þá eftir 7? Ég er bara farin að drikja. En þú segir, klukkan er 03:47, ég var að gá. Þú skrifar, klukkan 03:47, ég var að gá. Gæstu ekki bara skrifa klukkan 03:47? Ég meina, ég var að gá. Akkur þurfti ég að segja hvað klukkan var líka. Þú bara skrifaði ekki fjandars brefi. Og líka þú rendi niður bjórnum, glugg. Já, bara glugg. Síðast er bjórn ekki alveg búinn. Nei, þetta er ógeðslegt. Og ég heiti hér með sverða við sjálfa mig að þetta verður aldrei aftur lesið í fjölmiðli. Það er bara þannig. Það var ástæðbreið. Þú átti ekkert svona handa okkur eða? Nei, þú varst náttúrulega fullkominn úlingur bara með þykkt og flott hár og varst bara í brennu og svona, ekki? Það ekki? Það er auðvitað ekki til neitt svona eftir þig. Ég var í skotbolta meðan þú varst að skrifa þetta bref. Varst í skotbolta 17 ára? Já. Hæ? Er eitthvað því eða? Það er bínu skrítið, já. Hvað varst þið bara, varst í kiss og út af líka? Viðbjörnslega gaf þér í skotbolta. Ekki þú út 17 ára gamallega. Varst þið í punktur og króna líka? Já, þetta var... Hvað leikið að tala um? Þetta er Sauðárkróksleikir? Hvað segir þau? Þessi Sauðárkróksleikir svo með hana. Punktur og króna fyrir mér 1 og 3. Hefur aldrei farið það? Nei. Æ, þú er ekki læg. Ég var að kópa við þenn. Já. Fóruðu ekki út að leika ykkur það? Fólk var að gera eðlilega hluti þá. Það voru ekkert allir í þessu. Ég get alveg lofað því. Ég var eina fíblið á Sauðárkróki sem var að skrifa ástabréf dauða drukking klukkan 4 nóttina. Þannig að það hafði engar áhyggjur. Það tengið Sauðárkróki ekki neitt. Fáum besta lagi heimi. Þessi snillingur heitir Justin Timberlake. Lagi heitir Mirrors. Þeir eru að hlusta hér á 2 harða. Það er vitt að kalla okkur 2 harða eftir að hafa lesið þennan horfjóð sem ég laði sér rétt á. Það er ekki harðið þarna. Ég vil bara blöð. Við lesum þetta bref bara, þetta var bara vikulegt. Vá, þvílíka veislan. Eins og ég sagði hann, aldrei aftur. Þetta mun aldrei aftur vera að lesa. Má ég eiga það? Svo ég getur bara verið eitthvað átt að heimann yfir hlægjað og getur lesið það. Nei, sko málið er ástæðan, veistu af hverju ég geymdi þetta á sínu tíma? Sem að er mjög fyndið, því að þegar ég vaknaði daginn eftir og sá þetta bref, þá hugsaði með mér hvað var ég að gera hérna í nótt og bara hvaða horfbjór þetta væri. Og lastu það daginn eftir það? Já, ég las það bara fyrir sjálfa mig og hugsaði með mér, talandi um að ég sé afmælisbarn, ég ákvað að geyma og lesa í 30-samlunum.
þegar ég 30 og ég stóð við Þú hugsaði það bara, þú varst þarna þegar ég var 17 ára gammal, já, ég vissi náttúrulega nákvæmlega bara hvernig vinið mínu myndi taka í þetta ef ég myndi lesa þetta fyrir það. Þessi ammæli skeiði sig ekki í höfður. Þú veist, þú pælir hvað hann gerir á 30-sammáli sína, þannig fokkin 17 ára. Ég ákvað að geyma bara bréfið, fattar við. Svo las ég þetta þegar ég var 29 ára, eitthvað. Vá, þetta er eitthvað besta comedy sem ég heyrt, maður. Þetta er skelfilegt, en hér rétt handa á hornið erum við að fara, ertu með stuðlag eða? Yes, I am. Já, frábært, aðeins að rífa upp stemminguna. Keyrum eitthvað stuðlag í ganga, auðvitað. Já, og svo allar, ég veit ekki, er ekki nóg með að hafa lesið brefið? Með hvað? Svona, af því að mér leið illa þegar ég var að lesa brefið. Mér líður mjög illa þegar þú ert að fara yfir þessa stefnumótasíðina. Hvort það mig hvíla... Af hverju líður illa þessi að huggjuð Hefur heyrt hvað þú ert að skrifa og áttum okkur einu heill. Ég er ekki heimskur. Ég veit alveg hvað þú ert að gera þarna, sko. Þú ert að gera þetta til að stríða mér, ekki til að hugga mig upp. Nei, einmitt, af því að einhver myndi tala svona eða. Ég er ekki að stríða þér, ég er að bara huggjuð upp. Já, einmitt. Og viltu fara í það núna? Við skuldum hér auðlýsingar, við erum alltaf að fara í östuð skilabóð og svo... Það fyrir síðan í first date, og ég er með 2, Erika, 29, Sveden, og síðan er með Susanna frá Finnlandi. Veistla fyrir Blondale þar. Ég veit samt, þetta er ekki veistla. Já, okkur ekki. Því að þetta er eitthvað að... Ok, segir við aðra okkur að stúlskuna að ég sé þekktur einstaklingur í Íslandi? Ég meni ekki að lýsa þér. Segðu mig bara satt, segir við aðra stúlkuna að ég sé þekktur einstaklingur í Íslandi? Já, ég er hreinskilinn. Ég er hreinskilinn. Þú ert þekktur einstaklingur í Íslandi. Þetta er bara eins og síðast. Nei, þetta er ekkert eins og síðast, þetta er spjall. Slakað á. Fyrir allavega í auðlýsingaviss og kíkjum á þetta. Kjúklingastaðurinn Suðveri. Alltaf góður. Sýndu dælulykilinn og þú færð 15% afslátt hjá AB varahlutum í Reykjavík, Reykjanesbæ og Akureyri. Atlandsolía. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarf lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Ein stærsta leikjavörudeild landsins er í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuð allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Egils gull kynnir Tandori Johnson. Írska barnum Hafnarfirði í kvöld. Lækkum launaskatta. Samfylkingin. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 40% afsláttur af bílaþvotti hjá Splass, 25% afslátt í skemmtigarði Smáralind, alla sunnudaga og 10% afslátt hjá 1011. Kynntu þér þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðir. FM 957. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you all know. Lost my mind and lost my goal. Glæsilega föstu þið. Já, hann er að hitta Óla Geir. Hvað er betra núna, Auðun, en að nýbúin að lesa ástabréf og redda það síðan ástinniðinni núna, næsta enguma. Redda þér ástinniðin núna. Jú. Þetta er svolítið skemmtilegt. Þú varst að lesa ástabréf og nú er það að redda Blondale Love. Já, ég mitt. Og sko núna áttu eftir að skamma mig síðast. Já. Þá er þannig ég hætti minkað aðeins hérna ruglið. Nei, ég veit, þú ert ekki búin að minka ruglið. Það fellar rugli allt eitthvað hot celebrity og eitthvað svona. Nei, en málið er, þú veist, Auðun, ég kem hreint fram með þessa stelpu. Ég get ekki sagt hérna hvað ég að segja. Þú ert að hot celebrity. Mundur þú tala samt svona við eitthvað eða þú væri eðlilegur? Fattar þú? Hvernig á ég að segja, að spyrja hvað gerir þú? Þú veist? Já, bara vinn. Ég vinn við þetta, skilur. Nei, þessi ég vinn við. Maður myndi bara segja vinn við fjölmiðla, til dæmis. Það er svona, það ert að koma því þannig bara að, þá ert ekki að ljúga neina bara. Ég basically segi það.
Nei. En svo, ég heldur mjög sáttur og lest hérna, ég byrja bara með Eriku sem frá Svíten. Hún byrjaði að segja mig, how are you doing? Byrjar þetta alltaf þannig að tala við þig fyrst eða? Nei, stundum hendi ég á what's up. Okay. Ég vinn stundum með bara what's up. Frábært. What's going on? Frábært. Já, ekki vera svona hneykslaður og spurði þér. Sko, og þá sagði ég, I'm so good, it's almost a damn shame. Will Smith líka. I'm so good, it's almost a damn shame. Já, en þessi setning hit the jackpot. Hún segir, haha, okay, it doesn't get any better than that. Bróskall. Segir hún. Doesn't get any better than that. Bróskall. Já, skrifa hún sko. Og þá segir þú, the funny thing is, people think they know the real me. Bara út frá því að ég sé að tala að ég get ekki verið betri. Já, ég var kannski, ég fókus svolítið snögt í þetta. Út af því að hún segir spurningamarki, what do you mean, spurningamarki. 4 spurningamarki á hann. Eftir að þú skrifar, people think they know the real me. Já. Okay. Ég hendi kannski full snemmið það, en ég stundu verið bara þreyttur á þessu. Það finnst þér ekki líklegt líka, ég myndi segja þetta við einhverja stelpu, þegar fólk heldur að þekki raunverulega mig. Já, við erum að klára. Hún segir, what do you mean? Og ég segi, oh, I'm sorry, I sometimes forget that not everybody knows that I'm a huge celebrity. Segir ég næst. Og þá segir hún, are you what? Og þá segir ég, okay, Erica, listen. I know that A, I'm bald. B, I live in Ardanes. Hvaða Ég kom með smá upptalningu. C, I drive an Audi. D, ég bara henda á lagi, sko. Henda lag? Þetta er fyrra brefið. Fyrra shitið. Slakað á. Hérna, hvað er komið? Var ég komið með C eða D? D, I'm 7% body fat. E, I've had 4 platinum DVDs. F, I have a lot of celebrity friends. G, I lift weights with incredible bodybuilder E.G. Linerson. Síðan segir þú, konseptið, nú skilur þetta, but that's not the real me. This is the real me. Sem sendi ég mynd að þér. Sendi mynd að þér. Ég fann að vinna með myndin hún. Nú fann að senda fólki myndir að þér. Og hvað er ég á myndinni? Skottur og fullur að það? Má sjá, hvaða mynd? Nei, hérna, þessi. Það er með litlu frænguðunum. Hérna, eitthvað leikur. Ok. Ná, hvað er þetta að senda það? Til þess að sína, that's the real you. Þú veist, ég tel alltaf böðut sem fólk heldur á sért. Og út af því að þú átt alltaf sétt, hann A, B, C, D, E, F, G. En sem segir, that's not the real me. This is the real me. Sendi myndina af þér og litlu frænguðunum. That man of the picture is me, Erica, segi ég. Just because I rock doesn't mean I'm made of stone. Rándýr lína. Beint úr Me, Myself and Irene. Má ég giska, er hún búin að svara þessu? Hún er ekki búin að svara þessu. Nei. Þetta er líka þetta ég sendi þér 3 dögum. Já, fyrir 3 dögum. Já, en ég, út af því að núna er ég búin að koma hreint fram með hana. Þetta gengur ekki alveg vel hana, sant? Nei, bara eins og allt annað. Sko, en ég held að hérna Finnland er landið þitt. Já, þetta er búið með þessa Eriku þarna, hvað sem hann heitir. Já, það er ekkert meira. Já, frábært, takk fyrir þetta. Það er örugglega eftir að koma mér á séns í Svíþjóð. Frábært hvernig þú ert að vinna fyrir mína hönd. Þetta er svo mikið steipa, ég næði ekki upp í þetta. Eitthvað mynda mér og frænkum mínum að tala um þessi sköllóttur á Audi og eitthvað. Ég er það sköllóttur á Audi. Ég taldi bara upp og þú komað hreint fram. Það er að segja thick hair. Ok. Susanna á Finnlandi, 25. Þú byrjar núna. Þú tókst frumkvæðun. Ekki ég, þú. Egil Einarsson. Þú byrjar. Ég ránaði með þig. Þú tókst frumkvæði. Þú segir, what the hell is going on, gorgeous? Er það ekki grjóttöru byrjunarlína? Það er einhver versta byrjun bara á samtala sem ég heist. What the hell is going on, gorgeous? Já. Svaraði hann það? Sjálfsögðu. Nei, hún svaraði þetta og sagði, excuse me, spurningamarki. Þá segir þú, no, excuse me, how are you doing? Þá segir hún, I'm fine, you? Þá segir þú, I haven't been fine for 12 years. I've been excellent since I became a celebrity. Sko, en ég með koncept. Ég nenni ekki hengslast það. Nei, en þá segir hún lol. Lol? Já, hún er laughing out loud. Fattar þú að setja grínast? Nei, hún er bara, þetta fyndið. Já, skrítið. Og þá segir ég, yeah, lol, 12 years ago, I hosted my first television show. It's called 70 Minutes. Hendi ég hana. Og það er ekki 12 ára síðan, það er rétt að mér. Já, jú. Nákvæmlega. 2001. Já, 12 áraðun. Ég er ekki ljúan einu hana. Þá segir hún, that's nice. Þá segir ég, but enough about me, how's life in Finland? I've never been there, segir þú. Ég er enda komið til Finnlands, þannig að þú ert að ljúa henni, sko.
Hvernig anskoðan fórst þú þangað? Jó, Sveppi fórum hérna á Evrópukeppnina þegar stelpuna komast á lokamóti. Já, varst ég 2-3 daga eða eitthvað? Já, ég er að segja, ég hef komið þangað. Ok. Þá segir Susanna, it's getting warmer, but not a lot of things happen here. That's why I like to travel a lot. Síðan hendi þú í... Ekki segja þú. Nei, að segja bara ég. Svo hendi ég í. Því þetta ert þú. Það stendur blöndrar sem ert þú. Sko, yeah, it's getting warmer in Iceland too. Which is good, because I'm working out with one hell of a man. In the summertime, we work out on Sportus Beach. If it's hot enough, he'll take his shirt off. Þarftu þess að gera með samkynniða núna í þessu? Nei. Þú ert að koma sjálf með þér að og ég sé bara til í þig? Nei, sem segi, here's a picture of him, what do you think? Þú stendur þessa myndina? Þess hana? Hvað? Ákveður, já. Ég sendi þessa mynd, hvernig finnst þessa mynd? Mér finnst hún ógeðsleg. Og þú ert að bera ofan með eitthvað kokt, ákveður eftir ég, ef ég reyna að koma sjálfur mér á date, að fara að senda mynd af þér, berum ofan með eitthvað kokteildrykk og sólgleru. Út af því ég átt að sína bara og eins og ég myndi að fara að sína eitthvað gaus mér að æfa mig. Hæ? Þú veit hvert ég að vera tæpur maður. Finnst það aðstæðanlegt? Þú ert bara veikur eitt. Finnst það skrítið? Nei, það minnst öllum að skrítið. Já, ok, og hvað skrifa hann eftir það? Nei, sko, þú ert ekki búinn, sko. Þú sagðir, here's a picture of him. What do you think? Síðan segir þú áfram, he's amazing, isn't he? That's what I call a buddy. His name is E.T. Einarsson. He's also ridiculously famous like me. We're called Too Hard. Maybe if you come to Iceland, I will let you meet him. And maybe you can touch his chest. Sagði þú. Og búið. En samt, sko, síðan svaraði hún ekkert í 2 daga. Shocker. En þá gerði ég, þá hendi ég í. Here's another picture of him. Og þú var ekki með að svara. Sendi ég aðra mynd. Hvað er þetta að dæla út myndum af sjálf með þér þarna? Sendur eina aðra. Já, hvað er mynd? Það segja hana. Þú á æfingu? Já. Jú, þetta veist það. Já, ég á æfingu. Og hérna segir þú, here he's doing barbell bicep curls. Look at him go, Susanna. Síðan segir þú, so when are we gonna hook up? Spurningamarki. Já, svona eftir ég búin að dæla inn myndum af þér. Þannig sem að þú ert bera ofan á æfingum og með kokteilglas. Vákanugla spennt. Hún hefur eitthvað ekki svarað því. Nei, ég ætla að vera að setja 1.000.000 á, hún var ekki búin að svara því. Þetta var... En þetta, mér finnst þú vera að koma nær og nær þessu með hverju vilja. Nei, þetta er bara komið gott að þessu rugli hér og sko málið er að nú ég fyrir að kæra þig. Ég hendi þér út í síðinu og það er eitthvað sem þú hefur ekkert gaman að, það er alltaf að kæra þig þannig. 957 og Dekkjahöllin ætla að bjóða heppnum hlustendum upp á umfelgun og eða dekkja umgang á bílinn fyrir sumarið. Ég, Heiðar Austmann, mun draga út vinninga alla virka daga til 19. apríl og á föstudögum fær einn mjög heppinn hlustandi nýjan dekkja umgang á bílinn sinn ásamt útilegukortinu 2013 og 15.000 krónur í bensín frá OB. Taktu þátt og skráðu í leikinn á fm957.is. Dekkjahöllin býður mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni, Skútuvogi 12 og nú einnig í nýrri og glæsilegri vefverslun á dekkjahöllin.is. FM957 og Dekkjahöllin. Það er vor í loftinu. 5-faldur lottopottur stefnir í 47 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarf lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Sommersby kynni. Vorfagnar pop landsliðsins. Skímó, Ingo Veðurguðni, Stúlabandið og á móti sól. Sport föstudagskvöld. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Dominos kynnir. Gerðist þetta á miðjum tónleikum sem? Loksins í bíó. Réðst það bara á? Já. Byggð á metsölubók Mikaels Torfasonar. Vitið þið út af hverju? Já, hann hefur ekki fengist til þess að tala við okkur ennþá. Í bíóhúsum Senu. Falskur fugl. Frumsýnd 19. apríl. Alltaf live tónlist á föstudagskvöldum frá klukkan 8 og ískaldur Egils gull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is.
Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið eru að hlusta hér á 2 harða á FM 957 hér í fanta fínu skapi. Vonandi hafið það gott að nota kæru hlustundur þennan föstudaginn. Hún er búin að fljóta líða þessi vika. Já. Eins og ég alltaf var hana. Út af því að við líka mættum bara að vinna á miðvíkudaginn. Já, það er þetta góð. Það var ekstra fljóta líða og við vorum að horfa á United tapa. Já, stutt vinnu vika. Það er rétt hér. En ég ætla að við vorum síðustu gæðin út á Old Trafford. Já, okkur lág ekki það, mér leiði líka frá lítla. En ég faðmaði þig, eins og vinni gera. Ég faðmaði þessu auðun, þetta er alltaf leið. Mástu því? Já, þegar þú varst búin að hlæja af þér raskandi. En hérna, erum við að fara að keyra fólk í ganga nútið það? Sem sagt, stuðlagið þitt? Yes, we are. Ok. It's time, Áðan. Já, ég ætla að reyna, ég ætla að vera jákvæð ganga stuðlaginn í dag. Af því ég er í ógeðslega góðu skapi. Og það er fyrstu dagur, sun is shining. Það er gaman átt í góða skapi. Já, er ég það nú ekki oftast? Jú, yfirleitt. Og þannig að ég ætla bara að spyrja það núna. Nú ætla ég að láta eins og ég sé bara þvílíkur aðdáandi. Egill Einarsson, you one hell of a man. Man of inspiration. Man who can do no wrong. Thank you. Hvað er stuðlagið þitt í dag? Ég er að keyra mig yfir í meistara DJ Dean. DJ Dean, já? Já, hann Hljóma frábæra, ég held að hann sé frábær. Hann heitir Martin Smith. Ok. Hann fættu Oktober 25, 1975 in Hamburg, Germany, kemur á óvart. En kalla sér DJ Dean? Já. Frábært. Eins og ég DJ Muscleboy, ég er Egill Einarsson. Þú varst ekki hættu við það? Með hvað? DJ Muscleboy. Þú ekki kom, jú, annarkoð það er DJ Öðum Blöndal, þú ræður. Já, DJ Öðum Blöndal er reyndar. Ég kalla með það, hvað er að gera? En þá haldi allir að setja að spila Black og Pearl Jam og Nirvana og svona. Ég veit ekki allir. Það er mín tónlist. Og hann byrjaði að vera DJ 17 ára, DJ Dean. Hvernig byrjaði DJ Muscleboy að vera DJ? Ég nýbyrjaði reyla. 32 ára svo. Það er aðstæðalegt það. Nei. Hann er 5 árum eldri en ég, DJ Dean, sko. Hann er ennþá the shit. Já, ég hef reyndar aldrei heyrt minnst á DJ Dean en ég er búin að finna hann hérna, hvað heitir lagið? Skrifaðu hérna Play It Hard. Play It Hard? Já. Og síðan veit ég að fá trailerinn minn. Það er komið hérna. Trailerinn minn. DJ Muscleboy trailerinn. Ekki hérna svip. Þetta virka þannig. Ég kom með trailerinn. Fullir vinnu hérna í kringum þetta ógeðslega stuðlaðið. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today, he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my God, is that DJ Muscleboy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscleboy. DJ Muscleboy. Ready or not, here is DJ Muscleboy. Það er kallinu þetta allt saman, ready or not. Það er alveg saman hvort að liða það núti sé tilbúið í þetta lag eða ekki. Það er alveg trailer. Það er komið að því. Já. Það er bara hannig. Og já, ég er búinn að finna Horbjóð dagsins. Það er DJ Dean. Ekki kalla þetta Horbjóð dagsins. Þú varst að segja rétt á alltaf að jákaður. Nú þú fann að kalla þetta Horbjóð dagsins. Alveg rétt. Djöflasýra dagsins er í búið DJ Dean. Er sungið í laginu, getur þú sagt okkur það? Það er kannski sagt ein setning inn á milli. Það kemur óvart. Ok, þá er allt tilbúið, við skulum ljúka þess af. Þetta sem betur fer ekki langt lag, þannig er rétt svo 3 mínútum. Sem að það er nú bara veistla fyrir okkur sem að erum ekki með, drullu við erum. Og ertu tilbúinn? Ég er klár. Ok, eru þið tilbúinir, kæru hlustendur? Nei. Jó. Hér kemur sér á handi til Muscleboy. Who's playing Muscleboy? Þetta kemur að DJ Dean Play It Hard. DJ Dean með Play It Hard, stuðlag dagsins hjá Gilsaránum. Þú ert að vinna það fyrir 9-7. Þú átt ekki að segja að nú þetta sé betur fyrir að vera búið þegar lögin er að klárast. Þetta lag hefur potið aldrei verið spilun hér á FM 957. Ef að Brian Ecclepen væri núna að sjá FM 957 sem gerði einu sinni, þá var þau að taka þér á teppi nú. Brynja Már. Já, King Brian Ecclepen. Já, hvað er þetta lag? Play It Hard hefur aldrei verið spilun held ég á FM 957. Og bara heppin að King Brian Ecclepen sé ekki á klakar núna, hann myndi pakka það saman. Ekki segja að lagið eru búið sem betur þegar þetta eru búið.
En þú veist, ég spilaði all lagið, þú getur ekki kvartaði mig núna. Ég veit, þú niðurlega samt meistara DJ Dean í restuna. DJ Dean, já, hann Ég ætla að senda King, ég ætla að senda Brian Eccleband mail á eftir. Þú segja bara hvað finnst þér hvernig auðvunur hann að haga sér. Gagvart DJ Dean? Já, til dæmis. Já, hann verður alveg í sjokki að núti, hann er á einhverju mótuhjóli með kærastinu sinni, sko, hann geti ekki meira saman. Við skulum fá hér eins og lag sem er, já, alvöru lag, þetta tónlist. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Hér í FM 95 Blu. Þeir harðir búin að vera með ykkur síðan 4 í dag og það styttist nú bara styttist í lokinni hjá okkur. Hvað ástabrif ætla að lesa í næsta þetta? Ég sem betur fer á ekki fleiri ástabrif og ég er ekki frá því, ég rífi bara þetta. Þannig að verð ekki lesa þetta. En nú skrifar ástabrif til mín og lesta næsta þetta. Það er bara ástabrif sem ég myndi aldrei skrifa á minni ævi. En þú er búin að renna niður 7 kvöldum. Glugg, nei. Og semur eitt til mín. Nei, ég þurfti að vera eitthvað annað en 7 bjóra sem er búin að fara. Ég geti samið það eitt til þín. Já, hvernig verður það? Þú myndir semja þetta ástabrif til mín. Lesa þér í næsta þetta. Þá var þú að semja það til mín. Þetta þarf að vera mutual. Ég var að lesa ástabrif, þú varst ekki... Já, en það er ekki til mín, sko. Hæ? Það var ekki til mín. Það var til einhverja stelpu sem er heim Söðakróki. Já, hún var enda heim Söðakróki. Nei. Hvað er hún heima? Hún er heima þetta bærimældi. Hringjum í hana. Nei. Bara einhvern tíma, hún segir bara, hörðu, ok, þú áttur að fá bréfið. Veit hún að hún dróði bréfið? Sko, greið, hérna... Veit hún að því? Hæ? Veit hún og hún átti að fá þetta bréf? Já, ég talaði við hann eftir lasið. Er þetta sama stelpa? Og þannig að þú labbaðir hálfa leiðina eitthvað allar frá heim til hennar og bara kissa hann og hún opnaði hörðina? Eftir ég sá það Beverly Hills? Já, og sást hann að Dylan gerir þetta ekki? Ég sá Dylan gera það við Kelly. Er þetta sama stelpan? Er þetta ekki sama stelpan? Hvað varst það að gera hann á Söðakróki? Þetta er ekki sama stelpan. Ok. Ok, hvað? Veitu, varstu bara svo ástfangir fólkspur hann? Veitu, hvað? Varstu ástfangir á öllu stelpunum? Veitu, hvenær var það? Ég náttúrulega bjóð hann í 11 ár, sko. Já, hvenær var það? Þú komstu gaman til að labba? Þá var ég 14 ára. Já, 14 ára? Ég var yngri þá, sko. Já, 16-17 ára aðeins. Ég var ekkert 17 ára gamall að herma eftir Dylan McKay í Beverly Hills, sko. Gefðu mér aðeins, smá kredit. 14? Já, 13 ára 14, já. Ok, ég held kannski að það væri sama. Nei, menn hvað, varst þú bara skotin einni stelpu frá því þú varst 11 ára til 19 ára? Ok, en þetta er svolítið kjánulegt. Það er eitthvað fleiri svona... Nei. Þessar tvær bara, sem standa upp úr sem svona your love from Söðakrókur. Sem ég var skotin í? Það við hringdum í hina, marstu? Já, við hringdum í hina, sko. Og spurðum hana, hvað með hún gert? Þau eru bara kist hana, hún sagði að hún öðrungaði. Þess vegna veldur mér, akkur hringjum við ekki í þessi máttu á brefið einhvern tíma? Einhvern tíma, hugsa þetta bara? Já, hugsa þetta kannski. Mér langar að spjalla það hana? Já, en það er líka bara leiðilt fyrir greið þessar stelpur að vera að draga þær inn í þetta rugl mitt því að þær kom ekki nálægt þessu. Þetta var bara ég í mínum drauma heimum náttúrulega og sögur og einhvern veginn. Þú ert alltaf að hætta, þú ert hálfa leið heim til hennar. Já, ég sko, hef alltaf verið nett feimið þegar það kemur að stúlkum, sko. Allavega sem múlingur og krakki. Ekki í dag? Ekki í dag, hvað meinar þau? Grjótharður í dag? Nei, ég er ekki grjótharður í dag. Hálfa leið varstu komin heim til hennar og allar að kissa hana, sneri við. Búin að semja eitthvað besta ástabrif sem ég hef heyrt. Nei, þá er ekki búin að semja eitthvað ástabrif. Já, þú ert að tala um... Já, það er bara svona að þú ert alltaf út halfway there alltaf. Já, eins og Bon Jovi, sagði. En það er komið að lokum hér hjá tveim hörðum í dag. Við erum aðeins eftir að fara í lagi á leiðinni heim og ég er búin að velja eitt þrjusu gott. Egil fær stuðlaði sitt en ég er með lagi á leiðinni heim. Þú bæði við stjórnar öllum lögurum í þættinum. Takk hella fyrir. Nei, það er náttúrulega bara playlistin hérna. Sem ég fer eftir. Veit alveg að þú ert að hræri í honum. Það var Brian Eccleband sem búin að skamma þig fyrir. En Egil, takk fyrir daginn. Ég kemst alltaf því hér á föstudum. Veistu hvað ég ætla að gera? Þú ert veikar enn í held, já. Ég ætla heim, ég ætla að hlusta ástabrið aftur og ég ætla að hlæja. Það er sér að gera. Leiðu ekki heim, hann að King Ricky G þarf að drullast að henda þættinu minn leiðu og hann kemur ykkur. Fyrsta sem ég ætla að gera þegar ég kem heim er að senda first date, smá tölvupost og tala um að það sé verið að spamma. Það er ekki ég sem er aðni. Jó, þetta er komið gott. Þetta er komið gott að þessu núna. Svona grínlust. Nei. Jó, þetta er alltaf sama. Ekki fyrir að vera successful. Þú verður ekki successful með þessu ruggli sem þú ætti að senda þér. Leiðu komið 1 home run, þá hætti þessu. 1 home run, hvað? Ég farið til Danmerkur eða Svíþjóðar eitthvað. Það myndi aldrei gerast um að fara að tala eins og maður við þessar stúlkur. Og ég skal bara segja að vinnur á live, er það ekki mál? Eða bara svona eitthvað? Það er ekki þess meira. Æja, herru, takk fyrir daginn. Svona áður en ég ætla að halda mér í góðu skapi út þáttinn. Ég þakka... Takk fyrir daginn, Blondale. Já, við þakkum kærlega fyrir hlustununa. Þið sem að nefndu að hlusta í dag, takk ég vel á móti Rikka G. Hann er hér rétt og mættur. Svo er það ég og Björn Bragi á mánudaginn kemur en við endum þetta á King. Snoop Doggy Dogg. Snoop Lion. Snoop Lion. Það heitir ekki lengur Snoop Doggy Dogg. Hvað segir þau? Þetta er Snoop Lion. Já, Snoop Lion. Og ef þetta er ekki klassík,
ætla hann að láta þetta eiga sig í kvöld. Þetta Gin and Juice. FM 95 blöð á FM 957. FM 957 og kjúklingastæðurinn Suðurveri gætu boðið þér út að borða. Fylgstu með í þætti Þór og Daniels helgar og þú getur unnið máltíð fyrir þig og þína á kjúklingastæðunum Suðurveri. Viltu vinna ótrúlega yfirgnæfandi agalega opbúslega mikið af peningum? Potturinn stefnir í 7.000 milljónir. Eurojackpot. Föstudagur til 4. Áttu eftir að redda kvöldmandum. Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Samfélm kynnir. Frá leikstjóra Training Day kemur Olympus Has Fallen. Gerald Butler, Morgan Freeman og Aaron Eckhart í magnaðri hasarmynd. Olympus Has Fallen. Frumsýnd 17. apríl. Dominos kynnir. Gerðist þetta á miðjum tónleikum, segir. Loksins í bíó. Réðst það bara á? Já. Byggð á metsölubók Mikaels Torfasonar. Vitið út af hverju? Í bíóhúsum Senu. Franskur fugl. Frumsýnd 19. apríl.